sjálfan sig að hann dæmi gæði sagna sérstaklega eftir því hversu mikla orku þær gefa honum. Velkomin á svið Sverrir Norland. Skáldsögur eru skáldaðar sögur. Skáldsögur eru lygi og slúður. Góða kvöldið. Ég var sem sagt formaður dómnefndar í ár og þarna fékk sem sagt að hlusta á skáldsögur, óskáldað efni og glæpasögurnar. Og í stuttu máli sagt var það bara alveg þrælskemmtilegt og það satt að ég dæmigæði bókadald út frá því hversu mikla orku ég fæ úr þeim og að því að bókmyndir eru orka og svo það bara okkar litla leyndarmáli, ég dæmi líka bækur út frá því hversu miklu ég get stólið úr þeim þegar ég sjálfur að skrifa. Og það skemmst frá því að segja að það má ýmsu stela úr þessum skemmtilegu bókum í skáldsagnaflokknum og ef ekki árin lengra haldið bara fá að heyra hvaða bækur voru tilnefndar. Tilnefningar fyrir skáldsögur. Úðflúrarinn í Auschwitz, höfundur Heather Morris, lesari Hjálmar Hjálmarsson, þýðandi Ólöf Pétursdóttir. Úðflúrarinn í Auschwitz segir hjartnæma sögu Lales og Gítu Sokolov sem urðu ástfangin í útrýmingabúðunum alræmdu árið 1942 og tókst fyrir kraftaverk að lifa dvölina af. Þau fundu hvort annað aftur í stríðslok og áttu langa ævi saman. Lale stillir sig að líta upp. Hann teygir sig eftir blaðsnifsinu sem að honum rétt. Hann þarf að setja 5 stafa tölu sem á því stendur á stúlkuna sem heldur á blaðsnifsinu. Þar tala fyrir en hún hefur dofnað. Hann þrýstir nálinni í vinstri handlegginn á henni og dregur töluna 3. Hann reynir að vera ekki harðhentur. Blóðið vellur upp en nálin hefur ekki farið nógu djúpt niður og hann þarf að draga töluna upp aftur. Hann kallar á mig, höfundur Guðrún Sigríður Sæmundsen, lesari Selma Björnsdóttir. Skáldsagan Hann kallar á mig eftir Guðrúnu Sæmundsen samtíma saga sem fjallar fíkn og ofbeldi, vináttu og svik. Í bókinni eru sagðar 2 ólíkar sögur af Heru og Berglindi. Þær eru jafn gamlar og takast báðar á við fíknivandann og lífið. Ég ranka við mér, þar sem við sitjum við sitt hvort endan á löngu viðarborði. Ég horfi á tóma matardiskana og hugleiði hversu langur tími hefur liðið síðan við settumst til borðs. Mér verður flökurt. Það ómögulegt fyrir mig að muna hversu lengi ég hef verið með honum, né þá heldur hvernig ég komst heim til hans. Ég líti í kringum mig og það fyrir mig hrollur. Allt svo nöturlegt. Kokkáll, höfundur Halldór Halldórsson, lesari Halldór Halldórsson. Örn sætur og vinnur á auglýsingastofu. Hann býður kærustunni sinni Hrafnhildi í helgarferð til Chicago til að fagna því að skuldastaðan hans hefur óvænt batnað. Þar verður á vegi þeirra hinn hörundstökki og stimamjúki Tyrone og ekkert verður eins og var. Chicago, Wicker Park, hótelherbergi, Double Deluxe Room, dögun. Ég vissi ekki að helvíti væri svona notalegt, eða að martraðir gætu verið svona kósí. Ferskjubleikir veggir, þessi fake rókókó drulla sem tapaðist í þýðingu þegar hún flutti frá Evrópu. Luktirnar á veggjónum úr plasti, viður úr plasti, bast úr plasti. Amerískt hótelherbergi, helvíti í augnablikinu. Einfaldlega Emma, höfundur Unnur Lilja Aradóttir, lesari Þórdís Björk Þorfinnsdóttir. Emma 35 ára, einhleyp og sátt við líf sitt. En þegar hún verður ástfangin af 19 ára syni bestu vinkonu sinnar, breytist líf hennar. Á sama tíma byrja löngu gleymdar minningar úr æsku að ásækja hana. Óvæntir atburðir verða síðan til þess að umturna tilveru hennar og hún verður að sætta sig við að ekkert verður eins og áður. Mánudagur 10. september. Það myrkur, kalt
en samt ég sveitt. Ég skelf þar sem ég hnipra mig saman út í horni og reyna að gera mig eins litla og ég mögulega get. Þótt augun séu klemd aftur, veit ég af skugganum sem nálgast. Hægt og hægt, nær og nær læðist hann. Hárið límist við ennið og svitaperlurnar blandast tárunum og mynda farveg niður kinnarnar. 60 kíló af sólskini. Höfundur Hallgrímur Helgason. Lesari Hallgrímur Helgason. Drengur sem bjargast fyrir kraftaverk hlýtur að eiga framtíð, en það eins og forlögin get ekki gert upp við sig hver sú framtíð eigi að vera. Á hann að vera eftirlæti kaupmannsins á Fagureyri, þræll á framandi duggu eða niðursetningur hjá kotungum í Segulfirði. Í stöðnuðu samfélagi torfaldar eru ekki fleiri möguleikar, en svo kemur síldin. Öregar landsins sjá peninga í fyrsta sinn og allt breytir svip. Í byrjun var blaðsíðan auð, tómur hvítur pappír, hvergi sá á dökkan díl, hvorki punkt né kommu. Fjörðurinn var ein augalaus snjóbreiða frá innsta fossi að hafsbrún og engin leið að sjá hvort undir væri sjór eða land. Mjöllin hafði máð öll mannsmerki úr firðinum sem blasti við norðurhimninum, jafn ósnertur á daginn sem hann var numinn. Nú voru 999 ár síðan. Jæja, eins og þið sáuð þá var fjölbreyttan hóp að ræða í ár. Frumsamdabækur á íslensku, þýðing, færi lesarar sem flytja bækurnar eða jafnvel höfundar sjálfir. Og það var virkilega gaman að hlusta á allar þessar bækur. Þegar upp var staðið var dómnefndin nokkuð sammála að ein bók bæri af og við skulum gæjast í umslagið og komast að því hvaða hljóðbók hlýtur Íslensku hljóðbókaverðlaunin árið 2021. Íslensku hljóðbókaverðlaunin árið 2021 hlýtur Hallgrímur Helgason, höfundur og lesari fyrir skáldsöguna 60 kíló af sólskini. Og við skulum hlýða á umsögn dómnefndar. Hún hljóðar svo. Stór og mikil skáldsaga í anda mestu verka Nóbelsskáldsins og hátindur á ferli höfundar fram til þessa. Dómnefnd var sammála að hér væri spilað á stærri skala en í öðrum tilnefndum skáldsögum. Tilþrif í stíl og frásagnarlist eru mikil og sama gildir lestur höfundar sem innlifaður og þróttmikill. Skáldsaga sem nær þeim sjaldgæfu hæðum að vera senn framúrskarandi afþreying og einstakt listaverk, engu lík en þó kunnugleg og aðgengileg. Hallgrímur. Já, ég bara þakka fyrir mig og þakka fyrir þeim sem hlustuðu og kusu þessa bók. Var eitthvað lesendur sem gerðu svona forval. Svo tók dómnefndin við. Ég vil þakka fólkinu mín á forlaginu. Guðrúnu Sigfúsdóttur sem yfirlesarinn minn og ég líka Agli og Úu. Og svo vil ég sérstaklega þakka tæknimanninu mínum Sindra Frey sem var mjög þolinmóður við mig og leyfði mér að spóla tilbaka alveg 100 sinnum ef ég var ekki ánægður. Og já, hvað skal segja, þetta mjög skrítið starf að vera rithöfundur. Manni gert að sitja í 20 mánuði við skrifborð og þegja, fara svo inn í hljóðver og tala stanslaust í 20 tíma. Og þetta mjög svona ólík hlutskipti. Það má segja að höfundurinn og lesarinn, þetta séu svona ólíki menn. Höfundurinn svona introvert, alvarlegur. En lesarinn meira svona eins og leikari, meira svona eins og Gunni bróðir, sem gerir svona. Þannig að ég þakka bara fyrir mig og takk þeir sem hlustuðu.